Bæjarstjórnar 16, 479 og 4.7. Fyrstilega dagskrár bæjarstjórnar breytingum nefndum, það lögð á tillaga S-lista breyting á skipan fulltrúa Kristjáns Sveinn Arnarsson verður aðalfulltrúi í stað Arnars Jóhannesson. Það laust. Þetta kjóst samþykkt hægt. Það koma öðruleg, það breyting nefndum. Lögð tillaga breyting á skipan fulltrúa Lögfræðingur Óskar Sigurðsson verður aðalfulltrúi í stað Arnars Guðmundsson. Það laust. Breyðarlega dagskrár áskilnaður Akureyrarbæjar fyrir árið 2020 áskilnaður og fyrir málsgerð bæjarstjóri Ásmundur Sigurðsson. Forseti bæjarfulltrúar hefur lagt fram endurskoðaðar áskilnaðarheimildir fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2020. Þetta ár er fram að þessu óvenjulegt. Kórónuveiran og óvænt í veðrinu hafa valdið óvæntum útgjöldum og lækkuðum tekjum. Áhrif COVID-19 í heiminum líkast til mesta kreppa í 100 ár. Áhrif veðurs og heimsfaraldurs á sveitarfélögum í landinu þess vegna. Horfa verður til þess að þetta ár sé einstakt og vonandi munum við rétta hratt úr. Fjárhagsleg áhrif á rekstur Akureyrarbæjar þar sem af árið 2020 hafa verið þeirra og þegar við samþykktum ársins 2020 að fjárhæð rúmlega 1 milljarð króna vegna þess. Búast má við því að áhrifin verði áfram mikil á næstu mánuðum en erfitt er að meta endanleg áhrif á rekstur og fjárhag Akureyrarbæjar meðan óvissa ríkir hversu lengi þetta ástand varir en ljóst er að áfallið verður mikið. Fjárhagsstaða Akureyrarbæjar er samt sem áður traust og hefur sveitarfélagið fjárhagslegan styrk til þess að taka á sig áföll vegna afleiðinga faraldursins og er það vegna lágs skuldahlutfalls. En veltufé frá rekstri A-hluta er hins vegar neikvætt sem gengur auðvitað ekki til lengri tíma. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2020 námu 13.143 milljónum króna samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A- og B-hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum á fjárhæð 13.556 milljónum króna. Rekstrartekjur A-hluta námu 9.764 milljónum króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum á fjárhæð 9.863 milljónum króna. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52% sem er lögbundið hámark þess. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,33% vegna íbúðarhúsnæðis og 1,63% vegna atvinnuhúsnæðis en lögbundið hámark þess er 0,625% og 1,65%. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta var neikvæð 1.297 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 1.154 milljónum króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð 1.097 milljónir króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 1.181 milljónum króna. Eigið fé sveitarfélagsins þann 30. júní 2020 nam 25.142 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi en þar af nam eigið fé A-hluta 13.254 milljónum króna. Laun og launatengd gjöld á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2020 nam alls 8.261 milljónum króna. Þó svo að sögnin sé ekki góð í þessum ársreikningi og það blæs duglega á móti, vil ég ítreka að þetta er tímabundið ástand enda erum við að glíma við aðstæður sem heimurinn hefur ekki séð í rúm 100 ár. Við ætlum okkur að ná rekstrinum í sjálfbært horf á næstu árum og það verður erfitt en ég er sannfærð að okkur mun takast það. Við þurfum að auka tekjur og lækka kostnað, svo einfalt er það. Ég legg áslutareikninginn hér fram til umræðu. Það er bæjarstjóri lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er náttúrulega rétt að benda á það að í þessum ársreikningi búið að taka inn í áætlun ársins alla viðauka sem hafa verið samþykktir sem rúmur milljarður á þessu fyrsta hálfa ári. Þannig að þessar tölur kannski gefa ekki alveg rétt að mynda því hvað að gerast þarna. Það er alveg rétt sem að bæjarstjóri bendir hér á að staðan alvarleg og staðan vond. En auðvitað vonum við öll að þetta verði mjög tímabundið ástand og það verði þá hægt að snúa blaðinu við og fara að sækja fram. Það er alveg sama hvernig við horfum á þessar tölur að það liggur fyrir að það þarf í ákveðnar aðgerðir til að gera bæjarsjóð sjálfbæran og það verkefni sem verður ekkert léttvægt og við þurfum bara að leggjast öll áratna með það ef að mögulegt að vinna bæjarsjóð í sjálfbært ástand. Það bara algjört grundvallaratriði fyrir þetta bæjarfélag. Og það í sjálfu sér voðalega lítið hægt að segja eins og það varð að grípa til fjölmargra ráðstafana sem kostuðu heilmikið fé til þess bara að halda hlutum gangandi hér í bæ. En það samt skrítið að horfa á þetta tekjufall sem hefur þó orðið, þar sé að frá áætlun, svona miða við þá stöðu sem að hélt að væri hérna í bænum. Og ég svona ber nú allavega þá von í brjósti að við eftir að sjá tekjurnar síga aðeins upp á við, nema þarna sé eitthvað sem við áttum okkur ekki á. En ég ætla ekkert öðru leyti að hafa fleiri orð þetta lítur ekki vel út, en við verðum að ná betri tökum á þessu og það verður vonandi gert. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu orðið sem fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs, þá þeir sem geta staðfest afslutararuppgjörið gefið merki. Það eru 11. Þá koma 4. lið á dagskrá Oddeyri breyting á aðalskipulagi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér lagður fram annar liður í fundargerð skipulagsráðs 9. september síðastliðinn, en þar var lögð fram að nýju að lokinni kynningu samkvæmt annarri málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 tillaga breytingu á aðalskipulagi Akureyrar sem felur í sér breytingu á hluta athafnasvæðis á Oddeyri í íbúðarsvæði. Þá einnig lagðar fram athugasemdir og umsagnir sem bárust á kynningartíma. Afgreiðslu málsins var frestað á fundi ráðsins 10. júní síðastliðinn og síðan þá hafi verið fundað með fulltrúum hverfisnefndar, eigendum mannvirkja á skipulagssvæðinu og þróunaraðila. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Vinna við þá breytingu sem hér til umræðu á sér langan aðdraganda, en á fundi skipulagsráðs þann 4. apríl 2018 var samþykkt að fela sviðsstjóra skipulagssviðs, þáverandi sviðsstjóra, að hefja undirbúning að deiluskipulagi sem þá miðaðist við athafnasvæði milli Hjalteyrargötu og Laufásgötu. Í upphafi árs 2019 var hins vegar samþykkt að afmarka svæðið sunnan Gránufélagsgötu. Í kjölfarið var mikið fundað með hagsmunaaðilum, arkitektum og þróunaraðilum og fleiri. Og í kjölfarið var ákveðið að afmarka svæðið enn frekar og breytingi var þess eðlis að fara þyrfti í breytingar á aðalskipulagi, sem leiddi til þess að í lok september 2019 samþykkti meirihluti skipulagsráðs að leggja til við bæjarstjórn að fela sviðsstjóra skipulagssviðs að kynna skipulagslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 á Oddeyri. Meirihluti bæjarstjórnar samþykkti tillögu skipulagsráðs. Tillagan var auglýst 16. október 2019 og kynnt rækilega fyrir meðal annars á opnum íbúafundi í Hofi, auk þess sem kynningagögn voru sett upp á Glerártorgi til að gefa sem flestum kost á að kynna sér hugmyndirnar. Óhætt að segja að mikill áhugi hafi verið þessum breytingum og bárust fjölmargar athugasemdir og ábendingar og eftir yfirferð á þeim samþykkti skipulagsráð á fundi sínum í lok nóvember 2019 að ekki væri rétt að byggja eins háa byggð og framkom í fyrirliggjandi lýsingu og var sviðsstjóra falið að leggja fram nýjar tillögur. Eftir að unnin hefðu verið drög að nýjum tillögum samþykkti meirihluti skipulagsráðs á fundi sínum þann 22. apríl síðastliðinn að kynna drög að aðalskipulagsbreytingu og var tillagan auglýst samkvæmt skipulagslögum.
Skipulagsráð fjallaði svo breytingarnar og þær athugasemdir sem fram komu á 2 fundum ráðsins og eins og fram kom hér í upphafi þá afgreiddi meirihluti skipulagsráðs tillöguna og leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði auglýst í samræmi við skipulagslög. Í kjölfar afgreiðslu okkar hér í dag verður þessi uppfærða tillaga send til Skipulagsstofnunar til athugunar en að því loknu auglýst í 6 vikur í samræmi við skipulagslög og þá gefst íbúum og hagsmunaaðilum loka tækifæri til að skila inn athugasemdum. Við munum því fá þetta mál aftur inn á okkar borð, bæði skipulagsráði og bæjarstjórn, áður en endanleg samþykki á breytingu aðalskipulags kemur til framkvæmda. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, Oddeyri mikilvægt svæði þegar kemur að framtíðar þróun Akureyrar og æskilegt að koma svæðinu í endurnýjun og uppbyggingu og að sjálfsögðu viljum við sjá það gera sem fyrst. Svæðið sem aðalskipulagsbreytingin á við skilgreint sem þróunarsvæði í aðalskipulagi. Nálægð við innviði gerir svæðið verðmætt til uppbyggingar og þéttingar byggðar. Þétting byggðar hvoru tveggja umhverfisvæn og hagkvæm. Hlutfallslegur kostnaður við viðhald gatna, veitna, sorphirðu og snjómóstur á hvern íbúa lækkar þannig. Göngu- og hjólafjarlægðir styttast og innviðir á borði skóla og þjónustu nýtast fleirum og styttri akstursfjarlægðir og aukið hlutfall gangandi og hjólandi vegfarenda felur í sér minni umferð og aukið loftgæði. Oddeyri sem stendur fámennt hverfi og möguleiki á að nýta betur innviði svæðisins til að mynda í grunn- og leikskólum. Með uppbygging á þessu svæði mun fólk á Oddeyri fjölga og téðir innviðir nýtast betur. Það líka mikilvægt að framkomi hér að við erum að ræða breytingu á aðalskipulagi. Með því erum við að setja hámarksviðmið sem stuðst skal við þegar að deiliskipulag verður unnið. Það skal líka árétta hér að sú mynd sem birt hefur í fjölmiðlum að útliti húsa hér ekki til umræðu. Verði aðalskipulagsbreytingin samþykkt að auglýsingu lokinni tekum við vinna við deiluskipulag, væntanlega, þar sem afstaða verður tekin til meðal annars byggingamagns, hæðar og útlits. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef fjallað þessa tillögu skipulagsráðs og legg til að hún verði samþykkt hér í bæjarstjórn. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka Guðmundi Baldvini fyrir þetta. Ég kem til með að styðja þessa tillögu að þetta verði sett í auglýsingu. Það sem mér langaði að fara aðeins yfir hérna mín skoðun í þessu máli. Guðmundur tók nú reyndar kom inn á slatta af þessu sem að maður hefur verið að tala fyrir, sem einmitt þétting byggðar og nýting á því sem til staðar, skólum og götum og allt það. Og það alveg komin tími til þess að við förum að hefja uppbyggingu á Eyrinni, svo að það sé satt. En ég skrifaði niður nokkra línur í gærkvöldi og ég ætla að fara með það hérna. Við í skipulagsráði höfum unnið þetta mál að heilindum og það liggja engar annarlega hvatir að því að hefja uppbyggingu á Eyrinni, bara svo að það sé nú sagt. Við einfaldlega gerum ráð fyrir þéttingu byggðar að það bara samkvæmt núgildandi skipulagi, aðalskipulagi gert ráð fyrir þéttingu byggðar á þessu svæði og við erum einfaldlega að vinna eftir því. Eins og áður hefur komið fram hér í þessum sal tel ég að þarna séum að ræða eitt besta tækifæri okkar til þéttingar byggðar og að koma á stað uppbyggingu og annars mjög svo takið eftir ljótu svæði sem eiginlega til skammar fyrir okkur Akureyringa sem viljum öllu jafna hafa snyrtilegt og í lagi í kringum okkur. Þarna stutt í alla þjónustu og innviði og þarna getur byggst upp skemmtilegt blandað svæði, smáverslana og þjónustu við íbúðabyggð. Nálægðin við skemmtiferðaskipin á sumrin ætti að geta gert þetta mjög líflegt og skemmtilegt svæði. Einnig væri þetta mjög svo ákjósanlegur staður fyrir þá sem velja bíllausan lífstíl þar sem þetta á flatlendi og tiltölulega snjóléttu svæði. Ný samþykktur rammahlutinn aðalskipulags Akureyrar fyrir árin 2018 til 2030 Oddeyri gerir einmitt ráð fyrir uppbyggingu á þessu svæði. Þar sem segir, með leyfi forseta, á blaðsíðu 41 í kaflanum framtíðarlandnotkun stefnt á að fjölgun íbúða á Oddeyri með blandaðri byggð sem teygir sig út frá núverandi íbúðabyggð. Það akkúrat það sem þessi tillaga gerir ráð fyrir, þannig að fullyrða að við séum ekki að fara núgildandi skipulagi ekki rétt að mínu mati. Einnig segir á blaðsíðu 53 og þetta lykilsetning að mínu mati í þessu máli, með leyfi forseta. Byggingar skulu almennt vera 3 til 4 hæðir
en einstaka byggingar geta verið hærra en 4 hæðir og virka sem kennileiti í bænum. Nú ég ekki að tala fyrir þessari mynd sem hefur verið á samfélagsmiðlum eins og Guðmundur kom inn á, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, sem kannski gefur ranga mynd af þeirri uppbyggingu sem getur átt sér stað á þessu svæði. En þetta mjög mikilvægt svæði að við nýtum það til uppbyggingar og bara kjöri tækifæri. Varðandi þau mótmæli sem hafa komið upp á síðustu dögum á Facebook vil ég segja að fólk þarf að kynna sér málið. Það ýmislegt sem að maður hefur verið að lesa þarna sem bara ekki rétt. Það ekki verið að auglýsa 11 hæða byggingarna sem blastaðar ítrekað í þeirri grúpu. Fólk getur almennt verið á móti útliti og hæð á ákveðnum byggingum séu hluti setti svona fram, en það ekki það sem máli snýst hér í dag, heldur auglýst skipulag sem gerir ráð fyrir að megi byggja íbúðir á svæðinni upp í alltaf 25 metra og þarna komum við enn einu lykilatriði í þessu máli. Á bæjarmálafundi hjá okkur sjálfstæðismönnum í gær komu fram ítrekkaðar áhyggjur verðandi aðflug á Akureyrarflugvelli sem að við höfum öll barist fyrir því að efla hér. Ég skil þær áhyggjur mæta vel og óskaði ég sérstaklega eftir því í skipulagsráði að það yrði talað aftur við Isavia þó að þeir væru búin að skila inn sinni greinargerð og það væri sérstaklega spurt með tilliti til þess að í framtíðinni yrði stuðst við EGNOS leiðsögukerfi við innflug á Akureyrarflugvöll og hvaða áhrif það hæfði á þessi hæðarmörk. Pétur Ingi, sviðsstjóri skipulagssviðs, átti í kjölfarið fund með Isavia varðandi þetta mál og töldu þeir eins og kemur fram í umsögn þeirra að 30 metra væri í lagi til að vera örugg lækkunarviðmið. Til að vera örugg, 30 metrar. Við gerum í tillögunni ráð fyrir 25 metrum sem töluvert undir þeirra lágmarks viðmiðum. Ég set þann fyrirvara á þetta mál allt saman að við skoðum það þá bara þegar að því kemur og ef að þetta breytist í ferlinu á meðan við erum að koma þessi uppbyggingu og við fáum einhverjar aðrar upplýsingar frá Isavia eða mönnum sem að hafa meiri þekkingu á þessum málum, þá verðum við að taka tillit til þess. En þangað til þá styð ég þessa tillögu með 25 metra hámarki. Takk fyrir. Þá bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu næst, tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu Oddeyrina á þessum fundi. Við höfum nú rætt þetta fram og tilbaka í allan síðan ég byrjaði bæjarstjórn fyrir 2 árum og ég skal viðurkenna það að ég hef farið í marga hringi í þessu máli. Og ég get sagt ykkur að allavega þegar ég sá fyrst þá mynd sem hefur farið núna fjölmiðla og samfélagsmiðla þá hugnast mér hún ekki persónulega. Hins vegar hvort að það sé hægt að byggja upp á þessum reit, fyrsta lagi tel ég það mikilvægt að byggja upp á þessum reit og ég tel mikilvægt að byggja upp á Oddeyrinn og reyndar í miklu víðara samhengi á innviðum og vegna þess að ég trúi því að Oddeyrinn geti og eigi að verða eitt flottasta hverfi okkar. Þarna einmitt snjólétt og það eru góðir innviðir þarna sem hægt að nýta betur og ég held að það væri til mikils að vinna að byggja þarna upp. Ég pínu hugsi yfir því hvort að við þurfum að gera betur og jafnvel bara miklu betur í samtali okkar þetta mál. Eins og bæjarfulltrúi Þórhallur nefndi hérna í inngangsorðunum að þá höfum við allavega, og það líka við okkur að sakast, að við höfum ekki náð að koma upplýsingum frá okkur hvað við erum raunverulega að tala og með hvaða hætti nægilega vel til skila með við það hvernig umræðan að þróast. Og ég held að við þurfum aðeins að líta í spegil í þeim efnum. Og að því upplýsingagjöf okkur svo verðmæt, en kannski verðum við öll líka hvekkt þegar umræðan verður mjög hatrum og tilfinningaþrungin og þá kannski kvekkist fólk við, en við verðum auðvitað að þola það að ræða málin opinskátt. Ég held að það sé hægt að byggja upp mjög fallega byggð á þessu svæði, jafnvel þó hún færi 25 metra yfir sjávarmáli eða sirka 23 metra. Það það sem við erum að ræða hérna í dag, að setja í auglýsingu og ég reiðubúin að samþykkja.
Í kjölfarið tekur við deiliskipulagsvinnan og þar þurfum við að taka afstöðu til byggingamagns og útlits og þess áttar. Og þar tel ég að við þurfum að vanda mjög til verka og ég mun ekki samþykkja hvaða deiliskipulag sem á þessu svæði. Og ég tel að við þurfum að huga vel að því hvernig slíka byggingar geti verið odderinni til sóma. Þess vegna ætla ég að greiða þessu atkvæði í dag fyrir utan það að ég tel að þurfa að byggja upp odderinni, ég tel að við getum nýtt innviðina betur og teka undir með bæði bæjarfulltrúa Guðmundi og Þórhalli í þeim efnum. Ég tel að þétting byggðar sé hagkvæmt og gott en ég ítreka við þurfum að gera betur í upplýsingagjöfinni og við þurfum að vanda okkur verulega í þeirri deiliskipulagsvinnu sem að þá verður farið í ef að þetta verður samþykkt að því loknu og huga vel að þessu umhverfi. En ég held að það sé vel hægt að gera þarna hús sem að fari upp í þessa hæð sem verði okkur öllum til sóma. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ákvað nú bara að koma upp út af þessari umræðu á Facebook. Ég sá mig eiginlega knúinn til að svara bara hér. Ég svara yfirleitt ekki þar inni því að það fullt af hottintóttum. En það nú einu sinni þannig að við erum ekki að samþykkja eitt eða neitt hér í dag og mér hefði þótt glórulaust að stoppa þetta í fæðingu og bæjarbúar hefði ekki fengið að tjá sig þetta. Og í ljósi þess að þá ætla ég nú að sitja hjá því að ég kannski hvorki með á móti þessu. Ég algjörlega sammála því að þurfa að gera eitthvað á eyrinni en hvort að þetta sé akkurat rétta byggingin veit ég ekki eins og staðan í dag. En mér finnst allavega að við eigum að gefa fólkinu í bænum kost á að ræða þessi mál og koma að þessu máli. Þetta það stórt því að þetta mun hafa svona mikla sýn á bænum og því finnst mér eðlilegt að allir komi að þessu. En einhvern veginn finnst mér nú eins og að þeir sem eru að ræða hann inn á Facebook að ég veit ekki hvort að helmingurinn hafi búið eins og hérna á Akureyri. Ég stóri efast það. Það alls konar lið að æsa upp fólk til að segja hitt og þetta og ég held að þetta nú að forðast að vera þar inni. En í ljósi þess ætla ég að sitja hjá og vonast til þess að við tökum svo einhverja skynsamlega ákvörðun þegar þar að kemur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson loki máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta auðvitað orðið dálítið svona þreytt umræða og við erum auðvitað að endurtaka okkur af því að eins og hér hefur komið fram hefur þetta verið rætt heilmikið. Kjarni málsins auðvitað sá að við erum að víkja frá aðalskipulaginu sem að var samþykkt eftir og unnið í gríðarlega miklu samráði. Og mér finnst það einmitt eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kemur inn á, það hefur ekki verið rökstutt hvers vegna þetta aðalskipulag einmitt eins og það var unnið ekki nógu gott. Og í raun og veru rökin líka að í bókun skipulagsráðs núna við síðustu afgreiðslu málsins, þá vantar algjörlega rökstuðning til dæmis bara sjávarmál. Við vitum ekkert hvar sjávarmálið nákvæmlega liggur hérna. Ég veit ekki hvort það búið að setja upp mæli við höfnina, það allavega áætlað, en við vitum ekkert nákvæmlega hvert sjávarmálið hérna og hvar það liggur. Og eins líka í bókun meirihluta skipulagsráð frá því í vor þegar þetta var til umræðu að þar talað að væntanlegt landris muni varna því að þessi byggð verði í hættu vegna hækkunar sjávar. Þar ekki vísað í nein gögn eða rök. Þannig að ég alveg viss að ég held að hljóti bara vera að ástæðan fyrir því við erum ósammála þetta því hinn hljóti að hafa einhver rök. Annað en það að það sé mikilvægt að byggja upp á oddeyrinni vegna þess að það að maður vilji ekki ganga gegn nýlegu aðalskipulagi þýðir ekki að maður vilji ekki uppbyggingu á oddeyrinni.
og ég efast ekkert að þessi hús verða mjög falleg og glæsileg og flott og það allt saman, en þetta snýst ekkert það engin rök. Og það eru alls konar auðvitað óvissu þættir sem að auðvitað eiga eftir að koma í ljós en eins og til dæmis hvað varðar með landsig og áhrif á nærliggjandi hús, þar á meðal verndað hús. Við vitum í raun og veru ekkert hvað gerist þegar við erum farið að fergja þennan reit og þarf að hugsa þetta og þarf að undirbúa þetta alveg gríðarlega vel með rökum ef það á að taka svona drastíska ákvörðun að fara gegn þessu aðalskipulagi sem var lögð svona gríðarlega mikil vinna í og sem var í svona miklu samráði. Og svo annað sem hefur ekki held ég verið hugsað til enda, það er það hvað áhrif hefur þessi uppbygging á öðrum fyrirhuguðum þéttingarreitum. Hér er bara að tala eins og þetta sé svari við þéttingu byggðar og ef maður styður þetta ekki þá sem maður bara ekkert sérstaklega hrifin af þéttingu byggðar. Mér finnst þessi umræða nefnilega alls ekki upplýsandi. Mér finnst hún freka blekkjandi. Það er bara ekkert þannig að það sé bara allt eða ekkert í þessu máli. Við berum ábyrgð á, og nú er ég aftur farin að endurtaka mig, vegna þess að SS Byggir ber bara ábyrgð á því að setja fram þær hugmyndir sem að þeir vilja koma í framkvæmd. Við berum ábyrgð á því að hugsa það sem er í kring. Og við getum ekki tekið einhverjar ákvarðanir út frá því hvernig einstaka bygging við höldum hversu falleg hún verði eða ekki. Það er að segja við þurfum að meta þetta stóra samhengi sem er hvaða áhrif hefur þetta á ásýnd bæjarins í stóru samhengi og hvaða áhrif hefur þetta á nærliggjandi byggð. Og sjálfri finnst mér algjörlega galið að byggja svona háhús og ég ætla þá að reikna með að þetta eru hæstu húsin á Oddarinni síðst á Reitnum. Það sem þetta kemur til með að skyggja á alla aðra byggð stóra hluta dagsins. Og maður hefur nú séð hönnunarforsendur þar sem að ekki er mælt með að byggja hærra en 4-5 hæðir svona á norðurhveli jarðar, einfaldlega út af skuggavarpi og því að sólin, hún fer bara ekki það hátt að þetta mun alltaf valda svo miklu skerðingu fyrir þá sem er þarna kring. En ég veit ekki, hvort ég þarf nokkuð að segja meira. Mín afstæða er auðvitað alveg ljós í þessu. Mér finnst algjörlega galið að ganga gegn þessu aðalskipulagi og það að þykjast að þetta sé einhverju sérstöku samráði og ég bara spyr og get þá spurt bæjarfulltrúa hlýna því hverju heldur hann að það bætist við umræðuna að hleypa þessu lengra? Hvernig á sú umræða að verða meiri eða betri eða gjöfulli? Ég einhvern veginn sé það ekki fyrir mér. Og mér finnst bara sorglegt að sjá hvernig þetta aðalskipulag er hunsað eftir virkilega gott ferli, langt og strangt og gott ferli. Og mér finnst þetta vera bara svartur blettur á því hvernig við viljum stunda stjórnsýslu. Viljum við hafa það þannig að við förum í eitthvað æðislega flott samráð og samtal við íbúana þangað til okkur dettur eitthvað annað í hug? Skiptir samtalið þá engu máli? En ég mun auðvitað greiða atkvæði gegn þessu. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætir bæjarfulltrúar. Fyrir það fyrsta er ég fylgjandi þéttingu byggðar, ekki bara í nýjum hverfum, heldur líka eldri hverfum og mér finnst spennandi að sjá þróunarstarf eiga sér stað í grónum hverfum kemur að þéttingu byggðar. Þéttleikinn er ekki aðalmarkmið þéttingarinnar, heldur möguleg jákvæð áhrif. Nú tölum við þéttingu byggðar á Oddeyri. Þar er fyrir hendi grunnþjónusta svo sem skóli, stutt í verslanir og þjónustu, gatnakerfi, lagnir og svo framvegis. Þétting á svona stað getur haft umhverfislega jákvæð áhrif. Fólk getur valið samgöngumáta með betri hætti, valið almenningssamgöngur, hjólað, gengið, mögulega ákveða eiga ekki bíl því vegalengdir hafa mögulega styst. Þetta hlýtur að vera efnahagslega jákvæð áhrif, bæði fyrir íbúa og sveitarfélag.
Ég held að þessi þættir séu mikilvægir fyrir mjög marga einstaklinga sem að velja sér fasteignir til kaups eða leigu. Það er ekki einfalt að þétta byggð í grónum hverfum. Áhyggjur fólks af því að fasteignaverðarýrni á þeirra svæði, mikil umferð, ósamræmi í útliti, sambúð við atvinnustarfsemi á svæðinu eru réttmætar áhyggjur. Mín tilfinning fyrir þessu verkefni er að íbúðarhús á þessu svæði munu gera gott hverfi betra og með auknum fjölbreytileika er varða búsetumöguleika. Það er kannski ekki ástæða á þessum tímapunkti að hafa áhyggjur af íbúasamsetningu í mögulegri nýrri íbúðabyggð, en þar myndi ég vilja að sjálfsögðu sjá fjölbreytt framboð íbúða á viðráðanlegu verði fyrir alla, því þannig samfélagi vil ég búa. Varðandi útlitið á húsunum sem er ekki til umræðu núna, þá vil ég árétta það að verði aðalskipulagsbreytingin samþykkt að auglýsingu lokinni tekur við vinna við deiluskipulag þar sem afstaða verður tekin til meðal annars byggingamagns og útlits. Ég mun því samþykkja að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máls sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst alveg galið að ætla sér að stoppa þetta mál núna þó það sé búið að auglýsa hér háa byggð þarna niður frá og við búin að fá mjög margar athugasemdir. Þá er það bara hluti af lýðræðinu að við tökumst á svona hluti, við ræðum þá í þaula og vinnum úr því sem við ræðum um. Ég held að umræðan í sjálfu sér þetta skipulag hafi ekkert verið mjög málefnaleg fram að þessu. Hún hefði mátt vera miklu málefnalegri. Og það er bara alrangt að það sé verið að fara gegn aðalskipulagi Akureyrarbæjar þegar að ramma hlutinn og rammaskipulagi sem var samþykkt á Oddaverjunni sem er hluti aðalskipulagsins eins og stendur í skjölunum segir að það geti einstaka húsi rísi hærra en þessar almennu 4 til 5 hæðir. Þannig að þetta er alveg klárt að við erum ekki að brjóta aðalskipulagi. Ég get bara ekki skilið hvernig sú orðræða fer og getur átt sér stað í sjálfu sér. Það má vera að við hefum almennt verið að tala um það að þarna yrði eitthvað lágreistari byggð og ég held að byggðin sé bara almennt miklu lágreistari heldur en 4 til 5 hæðir eða það sem er hærra. En það er bara ekkert sem segir það að það geti ekki verið skynsamlegt að byggja hærra á einstaka stað. Og það liggur fyrir þessu rammaskipulagi að það þurfi að efla byggð á Oddeyrinni og það er alveg klárt mál að þarna eru innviðir sem við getum nýtt miklu betur og þarna er verið að tala um hluta svæði sem að var hugsað sem blönduð byggð, þar sé íbúðabyggð og atvinnustarfsemi á neðri hæðum. Svo gerist það náttúrulega að þegar við erum búin að samþykkja svona skipulag að við erum ekki komið lengra með þetta en það eigum við ekki lóðir þarna. Það eru fyrirtæki og einstaklingar og stofnanir sem eiga lóðirnar. Síðan koma bara hugmyndir fram og þær hugmyndir fá eitthvað flug og það eru ákveðnir aðilar sem leggja þessar hugmyndir fram. Eigum við þá bara 11 manns að setjast í dómarasæti og segja nei, þetta kemur sko ekki til greina. Það kaupi ég bara ekki. Við hljótum að leyfa svona hugmyndum að fara allavega í umræðin út í samfélaginu og fá að heyra hvað fólki finnst. Og við erum akkurat ennþá á þeim stað núna. Nú er búið að breyta þessum hugmyndum sem komið fram upphaflega. Það er engin að tala um ákveðna húsagerð. Upphaflega þegar að þetta var nú samþykkt þá fóru af stað alls konar myndir hér á fésbókinni, alls konar turnar á þessu svæði sem höfðu ekkert með hugmyndir þeirra sem voru að velta þessu fyrir sér að gera þá. Og nú erum við aftur komin í sama fasa. Mér finnst þetta bara ekkert eðlilegt. Þannig að ég er bara þeirra skoðunar, við förum áfram með þetta mál, höldum bara áfram að ræða, en það er þó eitt grundvallaratriði í þessu. Ef að við ætlum að samþykkja þetta, þá er algjör grundvallarforsenda þetta truflar ekki flug í mínum huga. Það er bara grundvallarforsenda. Í öðru lagi þá finnst mér eðlilegt
að það takist á að selja þessa hugmynd þannig að meirihluti íbúa sé sáttur við hann. Ég ekkert að sjá það núna að það sé einhver meirihluti íbúa sem á móti þessum áformum. Við vorum með óformlega svona skoðanakönnun hjá okkur á bæjarmálafundi í gær og það var svona tæpur meirihluti fyrir því að halda áfram þetta mál, en það voru ekkert allir sammála. Og þá spurningin þessi, hvernig var að komast að þessu? Gæti þetta mál verið bara, þegar þróast lengra, bara verið dæmi í mál sem ætti að fara í íbúakosningu? Það er að segja hæðin á byggingum á þessu svæði. Er það eitthvað sem mætti leggja til og menn svona veltu þá fyrir sér hvort að það væri þá að selja þessar hugmyndir að hafa byggingar af þessari hæð og jafnvel hærri eða lægri á þessu svæði? Mér finnst það bara tilvalið í sjálfu sér. Og ég ætla bara að vekja máls á þessari leið svona í framhaldinu af þeirri umræðu sem á síðan eftir að eiga sér stað. En það þýðir líka það, ef að við ætlum að standa við það og teljum þetta skynsamlega leið að fara með byggingar eitthvað yfir þessar 5 hæðir, þá verðum við líka að vera tilbúin til þess að selja þá hugmynd og standa með henni. Það kostar okkur vinnu, en við gætum fengið hér mjög góða umræðu í bænum akkurat þessi mál, að mínu viti. Þannig ég mun alveg klárlega greiða atkvæði með því að þetta fari í auglýsingu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get alveg verið sammála bæjarfulltrúa Sóli að það ansi slæmt að breyta skipulagi sem hefur verið samþykkt fyrir korteri síðan. En eins og komið fram í máli bæði bæjarfulltrúa Þórðars og bæjarfulltrúa Gunnars að þá virðumst við ekki vera að brjóta neitt með þessu og erum ekki að fara á skjön við eitt neitt. Og svo það nú eins og þannig, Sóli mín, að þér hefur nú orðið tíðrættast það að setja eitthvað í íbúakosningu og eins og bæjarfulltrúi Gunnar sagði hér áðan, þá held ég að þetta væri nú ekkert slæmt mál í sambandi við það. Þannig að mér finnst það nú kannski leið sem þú hefur átt að benda á, en ekki við hinn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara því ég hóf máls á þessu og kynnti þetta, þá fannst mér ástæða til að koma hér aðeins upp og bregðast við því sem hefur hér komið fram og það er búið skipta skoðanir þetta eins og gengur, en það eitt af því sem að mér fannst svolítið athyglisvert þegar að bæjarfulltrúi Sóley fór að tala um þetta væri þreytt umræða og hún sá ekki ástæðu til þess að fara með þetta aftur eða fara með þetta í auglýsingu. Það er akkurat það sem við erum að gera núna. Við erum að fara með þetta í auglýsingu, við erum að gefa bæjarbúum kost á því að koma með athugasemdir sem að við þurfum þá að taka tillit til og svara og eftir atvikum breyta. Þannig að mér finnst í rauninni á þessum tímapunkti að kannski má segja að umræðan sé þreytt á því að það er mikil samfélagslega umræða um þetta, en ég held að við verðum að fara með þetta áfram og fá athugasemdirnar vegna þess að á þessum tímapunkti þegar eftir auglýsingu sem er núna, við erum að hafa samþykkt í dag, að þá koma íbúar með athugasemdir og þá koma skriflegar svör frá skipulagsyfirvöldum á móti. Núna er sjálf tími í ferlinu að koma og það var akkurat kynnt fyrir bæjarbúum á heimasíðu bæjarins hvernig ferli væri og vonandi hefur fólk kynnt sér það vegna þess að þetta er flókið ferli, skipulagsferli er flókið. En við erum í rauninni bara að mínu mati að fara lýðræðislega leið í þessu. Nú gefst fólki kosti á að koma með athugasemdir og við vendum þess eðlilega með þá umræðu sem átt sér stað í þjóðfélaginu að það komi athugasemdir, eðlilega. Og bæjarfulltrúar Gunnar og Þórhallur komu hér inn á það réttilega til að mynda að við verðum alveg 100% öruggur á þetta trufli ekki flug og eðlilegt að þeir Ísafía komi álit sitt á því. En með síðustu umsögn þá gat ég ekki betur séð en að þetta væri fyrir neðan þeirra skilyrði. En þessi umræða kemur alltaf aftur upp og það kemur alls konar umræða upp í þessu skipulagsmáli og við þurfum að í rauninni að taka það og vinna, eða setja í rauninni, svara því. Og við þurfum líka, eins og hefur komið hér fram í máli manna, við þurfum að skýra þetta betur út fyrir fólki.
það ofboðslega mikil og skrítin umræða á samfélagsmiðlum talandi einhver hús sem hér í rauninni verða kannski aldrei byggð þarna. Og þegar verið að tala til að mynda að það eftir að kanna ýmislegt þarna eins og landris og landsig og hvað þetta heitir nú allt saman, að þá náttúrulega gerist það seinna í ferlinu. Það væri það við erum núna að setja bara aðalskipulagsbreytingu í gang, auglýsingu, þegar ef einhver ætla að fara að byggja þetta, þá verða menn að fara í alls konar kannanir og það fyrir náttúrulega enginn að byggja nema að vera búin að kanna hvernig landið þarna undir. Svo, við megum heldur ekki fara að rugla saman því og það kannski gerist í umræðan á samfélagsmiðlum að auðvitað það þannig að við erum bara með mismunandi sýn á þessa uppbyggingu og það alls ekki verið að tala það að bæjarfulltrúi Sóley hún sé á móti þéttingu byggðar þó hún sé á móti því að byggja svona hátt þarna. Það bara algjörlega, það ekki náttúrulega ekkert í því. Auðvitað erum við bara með mismunandi skoðanir á hvað okkur finnst þessar byggingar og það eðlilegt og við eigum að hafa það og við erum að taka lýðræðislega umræðu með það. En ég held að þessi hugmynd íbúakosningu, það eitthvað sem við þurfum að skoða. Ég menn eins og núna þetta, eins og ég segi, þetta að fara núna af stað. Þetta fer í athugasemdaferli hjá Skipulagsstofnun, fer síðan í 6 vikna auglýsingu, við fáum athugasemdir og væntanlega og þegar bæjarfulltrúi Gunnar benti á þessa íbúakosningar þá kom það meira þess að fram í einum athugasemdum sem þegar hafa bárust í vinnunni að það var einn aðili sem að benti á það að þetta væri kannski dæmigert mál til þess að fara með íbúakosningu. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að væri spennandi en við þurfum að auðvitað vanda okkur alltaf þegar við erum í skipulagsmálum og það held ég að við sem að gera með þessari málsmeðferð. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson lokið málsins. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það svona byrja á því að skýra af hverju ég sagði að umræðan væri þreytt en það svona pínu einmitt það sem maður fær á tilfinninguna vegna þess að hún búin að vera löng og íbúar hafa lagt sig fram að taka þátt í henni og gera athugasemdir, mæta á fundi og þess háttar og svo eins og þær athugasemdir á þeim tíma séu ekki nógu gildar til þess til dæmis að hljóta bara svör vegna þess að þetta mjög svo snubbótta svar í afgreiðslu skipulagsráðs í málinu á síðasta fundi fannst mér ekki bera virðingu fyrir því sem að fólk hefur lagt á sig til þess að kynna sér málið og senda inn sína skoðanir. Þannig að nú það vinsamlegast beðið að gera það aftur sem að mér finnst vera svona, það þreytandi fyrir fólk að þurfa að endurtaka sig og gera hlutina aftur af því að var ekki á réttum tíma, það boðið upp á athugasemdir en það þarf samt að gera þær aftur. Þetta finnst mér bara ekki nógu gott og ég vil bara þakka líka í leiðinni bæjarfulltrúa Gunnari fyrir að koma þó með tillögu eitthvað sem gæti gagnast í umræðinu vegna þess að ég hef ekki heyrt neitt slíkt frá meirihlutanum að einhverjar hugmyndir hvernig hægt að taka upplýsta og upplýsandi umræðu þetta. Og ég átta mig á því þó ég sé að kjarni málsins sé sá að við séum að ganga gegn samþykktu aðalskipulagi en það einmitt þetta vegna þess að eins og bæjarfulltrúi Þórhallur las hérna upp að þá hægt að víkja frá þessum hæðatakmörkunum með því sem að verð þá sannarlega viðurkennt sem sérstakt kennileiti. En síðan og það það sem að skiptir svo miklu máli í þessu, það þessi hugmynd sem gengur í gegnum aðalskipulagið að þetta sé lágreist byggð og þarna sé borin virðing fyrir samfélaginu og þeim svona, ég ætla að segja hugguleg heitum sem að fylgja því eins og það núna og það að ætla að setja svona stórar og miklar byggingar akkurat eins og ég útskýrði áðan á þennan stað hefur bara svo svakalega mikil áhrif einmitt ekki bara ásýnd bæjarins í heildina sem að væri þá þessi kennileitis hugmynd heldur líka á næsta nágrenni og það þar sem við berum svo mikla ábyrgð að tala máli íbúanna. Það eru aðrir sem sjá að tala því máli að þetta sé svo geggjað. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsins. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég heyrist nú svona umræðan sé að styttast í annan endan en ég vil koma hérna upp og taka það fram að mér líst ofboðslega vel á að ræða hugmyndir mögulega íbúakosningu sem að við hvetjum okkur til þess að vera með greina betri upplýsingar og gögn sem við setjum fram og við eigum í lýðræðislegu samtali þetta mál og setjum það ekki út af borðinu og bara væri fróðlegt að við myndum einhenda okkur í þá útfærslu á hvaða tímapunkti hún ætti að verða. Því ég held að það sé rosalega mikilvægt á sama tíma og ég á því að við þurfum að fara í uppbyggingu og við þurfum að halda áfram og vera ekki í kyrrstöðu í samfélaginu og þá finnst mér skipta líka miklu máli að taka tillit til umhverfisins og skoðana íbúa og fá sannarlega heyra ekki bara í gegnum tilfinningu, í gegnum samfélagsmiðla, hver viðhorfin eru, heldur að heyra þar sem að kannski sumir þora ekki að demba sér inn í umræðuna, að það geti verið skynsamleg nálgun og sjá hvort að það geti verið almenn sátt hvort og þá hvað eigi að gera á þessum reit. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í lokin máli sínu orðið er laust sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þá þeir sem geta samþykkt að setja aðalskipulagsbreytinguna að hún verði auglýst, gefur merki. Það er 6, 8, 9 þeir sem eru á móti, 1 og 1 situr hjá. Og meiri hluti bæjarstjórnar óska bókað. Meiri hluti bæjarstjórnar samþykkir að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 en hún felur í sér að hæð bygginga getur orðið allt að 25 metrar yfir sjávarmáli sem samsvarar 23 metrum frá jörðu. Samkvæmt samþykktu skipulagi er tilgreint að almennt skuli mannvirkin vera 3 til 4 hæðir en þó megi einstaka hús vera hærri. Benda má að samkvæmt gildandi skipulagsreglum flugvallarins er hámarksbyggingarhæð á reitnum 42 metrar. Meirihluti bæjarstjórnar vill árétta að sú mynd sem birt hefur verið í fjölmiðlum af útliti húsa er ekki til umræðu. Verði aðalskipulagsbreytingin samþykkt að auglýsingu lokinni tekur við vinna við deiliskipulag þar sem afstæða er tekin til meðal annars byggingamagns, hæðar og útlits. Oddeyri er mikilvægt svæði þegar kemur að framtíðarþróun Akureyrar og æskilegt er að koma svæðinu í endurnýjun og uppbyggingu sem fyrst. Svæði sem aðalskipulagsbreytingin á við er verðmætt til uppbyggingar og þéttingar byggðar. Þétting byggðar er hvoru tveggja umhverfisvæn og hagkvæm. Hlutfallslegu kostnaðar við viðhald gatna, vitna, sorphirðu og snjómokstur á hvern íbúa lækkar. Göngu og hjólafjarlæði styttast og innviðir á borð við skóla og þjónustu nýtast fleirum ásamt því að auðveldara er að halda úti almenningssamgöngum. Hvað sér þau? Bókun? Já, til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við bæjarfulltrúar D-lista tökum undir fyrirliggjandi bókun en teljum eðlilegt að þetta mál fari svo í íbúakosningu áður en málið verði endanlega afgreitt. Þá segjum við þessum lið lokið. Þá er næst komið að 5. lið á dagskrá. Það er lokun fangelsins á Akureyri. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er til umræðu ákvörðun dómsmálaráðherra að loka fangelsinu á Akureyri frá og með deginum í dag. Mig langar til þess að fara aðeins yfir málið í stórum dráttum. Þann 7. júlí síðastliðinn greindi dómsmálaráðuneytið frá því á vef sínum að loka ætti fangelsinu á Akureyri og að tilgangurinn væri margþættur eða eins og segir á vefnum með leyfi forseta. Með lokun fangelsisins er hægt að nýta fjármuni á mun betri hátt en kostnaður við hvert fangapláss á Litlahrauni og á Hólmsheiði er mun lægri en á Akureyri vegna samlegðaráhrifa við önnur fangelsi. Ávinningurinn af því að loka fangelsinu á Akureyri er margþættur. Boðunarlisti og fyrningar refsinga geta lækkað, betri nýting á afplánunarrýmum og unnt verður að mæta hagræðingarkröfum á milli ára. Þennan sama dag
það er 7. júlí, var yfirstjórn embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra tilkynnt að frá og með 31. júlí yrði fangelsinu á Akureyri lokað og 5 fangaverðir fengu uppsagnarbréf. Í kjölfarinu fengu bæjarfulltrúar fund með ráðherra og lögreglustjóra þar sem ákvörðunin var harðlega mótmælt. Á fundinum var farið yfir rökstuðning ráðuneytisins sem og áhyggjur lögreglustjóra. Á fundinum kom meðal annars fram að ef lokum fangelsis yrði þá hefði það gríðarleg áhrif á löggæslu á Norðurlandi eystra sem ekki hafði verið tekið tillit til. Þegar þessum fundi lauk sammæltust aðilar að málið yrði skoðað frekar og aðilum haldið upplýstum og stefnt á að funda aftur. Ráðherra frestaði síðan ákvörðunni til 15. september og með bréfi dómsmálaráðuneytisins 10. júlí var þess farið á leit við embætti ríkislögreglustjóra að embætti gerði sjálfstæða úttekt og skila áliti á áhrifum lokana fangelsins á Akureyri á starfsemi lögreglunnar. Í bréfinu kom meðal annars fram með leyfi forseta að ástæða beiðninnar væri fullyrðingar lögreglustjórans á Norðurlandi eystra í minnisblaði þess efnis að áhrifin á lokun fangelsisins væri gríðarleg og fullyrt að engin hagræðing yrði af slíkri ráðstöfun. Þar sem aukakostnaður lögreglu við að gæta fanga í klefum yrði svipaður og fyrir lokun eða hartnær 100 milljónir. Frá því fyrir aldamót hafa verið 5 lögreglumenn á útkallsvakt á Akureyri. Eftir hrun 2008 fækkaði þeim 1 og voru því 4 lögreglumenn á útkallsvakt. Lengi var barist fyrir fjölgun þeirra á ný í 5 og það varð úr árið 2016. Krafa núna er að á Akureyri sinni 7 lögreglumenn útkallsvakt. Aðalvarðstjóri geti verið inni og 3 bílar úti. En Akureyri sinni sveitarfélögunum í kring og þjóðvegunum. Í beiðni dómsmálaráðuneytis til ríkislögreglustjóra kemur fram að embættið eigi að kanna hvort rökstuðningur sá sem fram kemur í minnisblaði lögreglustjórans á Norðurlandi eystra standist og þó svo væri hvort ekki væri hægt að fara hagkvæmari leiðir. Við bæjarfulltrúar höfum nú fengið álit ríkislögreglustjóra sent til okkar og þar kemur meðal annars fram með leyfi forseta. Lögreglan á Norðurlandi eystra líkt og önnur lögregluembætti landsins glímir við manneklu. Embætti ríkislögreglustjóra áætlað mannaflaþörf lögreglu árið 2013 og niðurstaða þingnefndarinnar var að fjölga þyrfti lögreglumönnum 236 og áætlaði embætti ríkislögreglustjóra í kjölfarið að mannaflaþörf lögreglu fyrir árið 2013 væri 860 stöðugildi. Þar var mannaflaþörf fyrir Norðurlandi eystra talin vera viðbót sem nam 20 stöðugildum, 14 vegna almennrar deildar og 6 vegna rannsóknardeildar. Hlutfall lögreglumanna á hverja 1000 íbúa er 1,7 lögreglumenn sem er með því lægsta á landinu. Það segir hér á Norðausturlandi. Þá segir einnig með leyfi forseta, fram kom hjá lögreglustjóra á Norðurlandi eystra að krafa embættisins nokkurt skeið hefði verið að 7 lögreglumenn gengju vaktir og sinntu útköllum á Akureyri og nærsveitum. Auk þess að vera styrkur við aðra starfsstöðvar þar sem til dæmis væri ekki sólarhringsvakt lögreglu. Ef af þeirri bætingu yrði og fangelsinu lokað væri ásættanleg niðurstaða að 3 mönnum yrði bætt við hverja vakt sem þýðir 12 stöðugildi. Þegar samlegðar áhrif þess að hafa fangelsi í nábýli við lögreglustöðina eru skoðuð, þá kemur fram í áliti ríkislögreglustjóra með leyfi forseta að almennt hefur samstarf lögreglu og fangelsyfirvalda á Akureyri gefið góða raun og verið lofað. Auk almenns hagræðis sem hlýst á samstarfinu, svo sem samnýting húsnæðis og starfsmannaaðstöðu, má telja helstu rekstrarlegu kostir lögreglu vera að starfsmenn fangelsins sinna því fólki sem lögreglan vistar í fangaklefa lögreglustöðunar. Þannig getur lögreglan nýtt mannafla í þágu annar löggæsluverkefna og eða í útkallsvakt fremur en að binda 2 lögreglumenn við fangavörslu. Helsti ábati fangelsisyfirvalda að framangreindu samstarfi er að staðsetning fangelsins gerir kleift að fá aðstoð lögreglu með skömmum fyrirvara ef á þarf að halda. Þá má ætla að næturvakt fangelsisins yrði ekki mönnuð með einu starfsmanni fangelsismálastofnunar enda fangar oft á tíðum undir áhrifum hugbreytandi efna sem getur krafist betri vöktunar. Í áliti ríkislögreglustjóra eru síðan setta fram nokkrar leiðir til þess að bregðast við lokun fangelsisins. Leið 1, þar sem ekki er gert ráð fyrir ráðningum aukamannskaps, heldur auknu álagi mætt með aukinni yfirvinnu,
Aðilar eru reyndar sammála að sú leið sé ekki fær, meðal annars vegna mikillar yfirvinnu í núverandi fyrirkomulagi. Leið 2 felur í sér möguleg viðbrögð við stöðu mála ef reynt að bregðast við því með að fjölga starfsmann á vakt í staðinn fyrir þann starfsmann sem hverfur á brott, það er að segja starfsmaður fangelsins. Í þessu felst viðbót 4 starfsmanna eða einum á vakt. Munur á A- og B-leið er að í A erum við að tala að bæta við lögreglumanni en í B fangaverði, en sú leið var líka útilokuð. Helstu styrkleika leiðar A væru að hún myndi styrkja lögregluna á Norðurlandi eystra þegar engar vistanir væru, unnt að viðhalda núverandi þjónustustigi og öryggistigi, auka möguleika lögreglunar á að sinna frumkvæðislöggæslu þegar engin vistun er. Þessum styrkleikum var reyndar mótmælt að hálfu lögreglunar. Helstu veikleikar þessar leiðar eru hins vegar þeir að leið A hefur í för með sér sambærilegan kostnað fyrir ríkissjóð og ætlað er að ná fram með hagræðingarráðstöfunum með lokun fangelsis á Akureyri. Þá komum við að leið 3, en hún felur í sér að stuðst er við mannaflaþörf lögreglunar þar sem löggæsluáætlun fyrir árin 2019 til 2023 er hafið til hliðsjónar. Í þessu felst viðbót 8 starfsmanna þannig að 7 lögreglumenn verða á hverri vakt í stað 5. Helstu styrkleika þeirra leiða væru að hún styrki lögregluna á Norðurlandi eystra, auki þjónustu og öryggisstig og unnt verður að sinna frumkvæðislöggæslu óháð vistun í fangageymslu. Helstu veikleika leiðarinnar eru hins vegar þeir að aðgerðin er kostnaðarsöm fyrir ríkissjóð og hefur í för með sér mun meiri útgjöld en hagræðingarráðstöfun með lokun fangelsisins á Akureyri er. Þegar ráðuneytið tilkynnti endanlega ákvörðun sína að loka fangelsinu nú á dögunum voru samhliða setta fram upplýsingar aðgerðir sem farið var í á síðustu misserum og þessi framsetning er að mínu mati einhverju leyti til þess fallin að villa fyrir almenningi eða í það minnsta er þarna gerð tilraun til þess að fegra hlutina. Það er látið í það skína að verið sé að stórefla þjónustu lögreglu á sama tíma og fangelsinu er lokað. Framsetningin var eftirfarandi með leyfi forseta. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra verður nú þegar styrkt 4 stöður lögreglumanna til að sinna almennri löggæslu í umdæminu. Er að ræða styrkingu sem nemur 60 milljónir króna á ári. Þessi efling embættisins kemur til viðbótar þeirri 35 milljónir króna styrkingu sem kom til vegna fjölgunar ferðamanna á árinu 2019, 25 milljónir króna vegna hálendiseftirlits og 33 milljónir króna vegna landamæraeftirlits á Akureyrarflugvelli. Þá er tekið fram að fjölga eigi 1 sérsveitamann og að þeir verði þá 2, en í því sambandi er rétt að hafa í huga að þeir voru 4 hér á Akureyri á árunum 2005 til 2015, en var síðan fækkað jafnt og þétt þar til aðeins 1 var eftir. Lögreglustjóri Norðurlands eystra þótti ástæða til þess að setja inn á síðu sína að tilefni þessa, með leyfi forseta, að fjárframlag sem komið hafa til embættisins á síðustu árum vegna fjölgunar ferðamanna, hálendiseftirlits og landamæraeftirlits eru vel nýtt og komu ekki til vegna lokunar fangelsisins heldur af annarri löggæslu þörf. Samkvæmt minnisblaði Fangelsismálastofnunar til dómsmálaráðherra lokun fangelsisins á Akureyri er rekstrarkostnaður fangelsisins það bil 100 milljónir króna á ársgrundvelli, miðað við eðlilegan rekstur og meðal nýtingu 70 til 80%. Með lokun fangelsisins ráðgerir Fangelsismálastofnun að ná fram sparnaði sem nemur 65 milljónir króna á ársgrundvelli. Í niðurstöðum álits ríkislögreglustjóra kemur fram, með leyfi forseta, að vegna þessa samstarfs sem viðhaft hefur verið við Fangelsismálastofnun við framkvæmd og rekstur fangaklefa lögreglu er ljóst að lokun fangelsisins á Akureyri getur haft mikil áhrif á starfsemi lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Ef ekki er brugðist við með aukinni fjárveitingu vegna þess aukins kostnaðar og aukinna verkefna sem lögregla verður fyrir vegna vistunar í fangaklefum. Niðurstaða ríkislögreglustjóra er því sú að vænlegasta leiðin til að mæta tillögum Fangelsismálastofnunar lokun fangelsis á Akureyri sé annars vegar að fjölga í lögregluliðinu að lágmarki 4 lögreglumenn til þess að mæta þeim fjölda innsetninga vegna réttavörsluverkefna sem fangaverðirnir hafa sinnt til þessa. Hins vegar verði tryggt að fullnægjandi gæsluvarðhalds sé til staðar á Akureyri og að leita verði samstarfs við Fangelsismálastofnun
samstarf þegar gæsluvarðhald er að ræða. Í stuttu máli mætti því segja að verið er að leggja niður fangelsisþjónustu og 5 störf í fangelsinu og bregðast við því með því að bæta við 4 í lögregluliðið til þess að sinna mögulega sömu föngum. Þannig að á svæðinu fækkar störfum og þetta er gert á sama tíma og stjórnvöld hafa það á stefnu sinni að fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni. Allt í nafni hagræðingar. Við getum sennilega reiknað okkur öll á suðvesturhornið og eða erlendis einhvers. Fjárhagsávinningur virðist reyndar engin vera og gera má ráð fyrir að töluverðu óhagræði þegar kemur að gæsluvarðhaldsmálum. Ég ætla að láta þetta duga að sinni og ætla að loka að lesa upp bókun bæjarstjórnar sem fylgir þá þessu máli. Hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar lýsir yfir miklum vonbrigðum með þá ákvörðun dómsmálaráðherra að loka fangelsinu á Akureyri. Það veldur einnig vonbrigðum að ekki skuli hafa verið haft samráð við bæjarstjórn áður en ákvörðun lá fyrir. Fjölgun 4 stöðugildi í lögreglunni nú í kjölfar lokunar er í raun lágmarks viðbragð til þess að gera í lögreglunni kleift að sinna hlutverki sínu samkvæmt áliti ríkislögreglustjóra. Það hefur komið fram í samtölum við lögregluna Norðurlandi eystra að það þurfi að bæta við minnst 6 stöðugildum til að efla löggæsluna í kjölfar lokunar. Það er rétt að löggæsla á Norðurlandi eystra hafði verið efld með tilkomi fjármagns til að sinna hálendisgæslu og landamæravörslu en það hefur ekkert með lokun fangelsisins að gera. Sú aukning kom til vegna ærinna verkefna sem lágu fyrir og það sama á við fjölgun í sérsveitinu 1 stöðugildi þannig að þau eru nú 2 sem er algjör lágmarksmönnun. Það kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis fjárreiður, stjórnsýslu og stjórnarhætti ríkislögreglustjóra sem lögð var fram á þessu ári að árið 2018 voru 1,7 stöðugildi lögreglumanna á hverja 1000 íbúa í umdæmi lögreglunar Norðurlandi eystra. Það hlutfall var með því lægsta sem gerist á landinu og breytist lítið þrátt fyrir fjölgun stöðugilda nú 4. Eftir þessa fjölgun eru 56 föst stöðugildi lögreglumanna í stað 52 áður sem þýðir að það verður 1,8 stöðugildi á hverja 1000 íbúa sem er áfram með því allra lægsta sem gerist. Þessi staða er að öllu óásættanleg og því hvetur bæjarstjórn dómsmálaráðherra til að bregðast við og bæta við minnst 6 stöðugildum við embætti lögreglunar á Norðurlandi eystra. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur kærlega fyrir ítarlega og góða samantekt. Það er ansi margt í þessu máli sem fær mig að minnsta kosti til þess að hugsa og velta vöngum ótrúlegustu hluti. Í fyrsta lagi er gagnlegt að fara í gegnum þá yfirlýsingu sem kom frá dómsmálaráðuneytinu og reyna að þýða hana og skilja hana. En svona við fyrsta lestur þá hljómaði yfirlýsingin eins og verulega styrkingu á embættinu væri að ræða. Og því mikilvægt að kafa ofan í hvað hlutirnir þýða raunverulega. Auðvitað er sorglegt að vita til þess að við séum með svona fáa lögreglumenn per íbúa og við bætist auðvitað þetta gríðarlega landflæmi sem við búum í þessum fjórðungi. Ég er líka að hugsa yfir því að á tillitugum er svolítið rætt það hvort að Akureyri sé hin nýja borg sem að Ísland gæti að horft til þess að byggja upp og í öllu samhengi byggðastefnu á Íslandi að þá þyrftum við að ef að það er stefnan, þá þarf hún að ná í gegnum alla málaflokka í öllum tilfellum. Það er margt smart við að vera með borg en eitt líka er að hafa hreinlega fangelsi. Það er líka verið að horfa mjög mikið til þess að hafa jarðskjálfti, góðu gestir, það er jarðskjálfti. Ég held þetta sé bara til að undirstrika það sem ég var að segja mikilvægi þess að Akureyri verði borg hið fyrsta. En sem sagt, að horfa til þess að hér sé fangelsi en ekki síður vegna þess að það er í raunin innan dómsmálaráðuneytis eins og hjá dómsmálaráðherra mikilvægt verið að vinna mikilvægt verkefni varðandi það að stytta boðunarlista og það er líka verið að horfa til hálfopinna fangelsa og áfangaheimila sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt verkefni samfélagsins. En
það þýðir í rauninni samt að það engin fangi sem að getur verið í því nema ekki á þessu svæði. Þannig að ég tel að í kjölfarið þurfa að ræða, í fyrsta lagi finnst mér að það eigi að vera fangelsi hérna, í annan stað ætti að vera leiðir til þess að vera annarkvort í hálfopnu fangelsi eða áfangaheimili og að það þurfa að taka pólitíska afstöðu til þess að byggja hérna upp borg, þannig að þurfi ekki í hvert einasta tilfelli að fara í gegnum það og sjá með því hvernig það raungerist að eina alvöru byggðastefnan á Íslandi að það borgarstefna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sinni, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka frú forseta Höllu Björk fyrir mjög ítarlega yfirferð á þessu máli hér áðan. Og það í sjálfu sér ekkert miklu við þetta að bæta. Það alveg morgunljóst að það verið að bregðast við þessari lokun fangelsins sem óásættanleg með öllu, með svona lágmarks viðbragði. Og það liggur alveg fyrir að þjónusta lögreglunnar verður að hluta til skert eftir þetta, hvernig svo sem á málið litið. Og það líka óásættanlegt og þess vegna það sem að hér verið að hvetja til þess að það verði bætt við að minnst 2 stöðugildum til viðbótar við þessi 4, svo að lögreglan geti þá allavega sinnt sínu hlutverki með nokkrum sóma. En það hefur líka legið fyrir eins og kom fram í máli forseta hér áðan frú forseta að það þyrfti að bæta fleiri stöðugildi við svo að væri hægt að hafa 7 menn á vakt sem talið ákjósanlegasta staðan svo að lögreglan geti þó allavega sinnt sínu hlutverki. En við erum ekki að fara fram á það, að það verði bætt við alltaf 12 stöðugildum. Við erum að fara fram á það að það verði allavega horft til þess að það sé ekki verri þjónusta eftir en fyrir. Og þess vegna bara hvet ég aðila til þess og þá sem einhverju ráða að hlusta og það raun og veru líka óásættanlegt í öllu þessu ferli að það skuli ekki vera haft meira samráð við bæjaryfirvöld á Akureyri og lögreglan á Akureyri heldur en virðist hafa verið í þessu máli. Og þetta ekkert einsdæmi. Við erum að sjá þetta í allt of mörgum tilvikum það sé ríki á í hlut gagnvart sveitarfélögum, því miður. Og þessu þarf að linna. Það þarf að fara aðra leiðir, og það þarf að vinna þetta inn í einhverja sátt, þannig að það verði ekki þessi upphlaup. En það skal þó virða það að dómsmálaráðherra gaf sér tíma til að hugsa máli, en það sáum það þegar hún kom hér og átti við okkur viðtöl þegar að þetta lá fyrir í fyrra sinnið, að þetta var ekki alveg að ganga og brást þó við með þessu, en við teljum að það þurfi að gera betur. Ég ætla svo ekki að hafa þetta lengra en þetta óásættanleg niðurstaða með öllu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki máli sinni, orðið laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá segjum við þessu máli lokið. Næst á dagskrá 6. liður, kostnaðar og sviðsmyndagreining uppbyggingu íþróttamannvirkja og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Til að rifja stuttlega upp forsöguna þá var skipaður í mars 2019 vinnuhópur með fulltrúum allra flokka sem eiga sæti í bæjarstjórn Akureyrar til að setja fram tillögur forgangsröðun í uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akureyri næstu 15 árin, þó alltaf með hliðsjón af fjárhagslegu svigrúmi bæjarins. Sá sem hér stendur átti sæti í þessum hópi. Í vinnu sinni horfði starfshópurinn til fjölbreytni og gæða núverandi íþróttamannvirkja, nýtingar þeirra, fjölda iðkenda, fjölda barna í hópi iðkenda, skólastarfs, ferðaþjónustu, lýðheilsu og almennings. Starfshópurinn kallaði eftir upplýsingum frá aðildarfélögum IBA hvaða aðstöðu hvert félag þyrfti á næstu 5 til 15 árum,
hver væri óska staðsetning á aðstöðu félagsins og með tilliti til samlegðar áhrifa af nýtingu mannvirkja var spurt með hvaða öðrum aðildarfélögum IBA félögin ættu helst samleið. Ákveðið var að vinna aðalega með stærri nýframkvæmdaverkefni og var fengin aðstoð frá sérfræðingum á umhverfis- og mannvirkjasviði Akureyrarbæjar til að meta kostnað við verkefnin. Úr þessu var til listi yfir 11 verkefni með áætlaðan stofnkostnað 6.750 milljónir króna. Starfshópurinn skilaði skýrslu sinni í október 2019 og það merkilega gerðist í þessum þverpólitíska starfshópi að það náðist samstaða forgangsröðun þessara 11 verkefna. Auðvitað þurftu flestir eða allir fulltrúar í hópnum að gera einhverja málamiðlun og hnika til 1 eða 2 verkefnum miðað við sína eigin skoðun, en heildarmyndin varð býsna skýr. Og hún var sú að uppbygging hjá siglingaklúbnum Nökkva skildi koma fyrst, þá ljúka við félagsaðstöðu í Skautahöllinni, svo gervigras og stúka á Káasvæði, næst félagsaðstaða á Káasvæði, þjónustuhús í Hlíðarfjalli, vetraraðstaða hjá golfklúbbi, innisundlaug, þá félags- og æfingaaðstaða og íþróttahús á Þórssvæði og loks íþróttahús á Káasvæði. Þessi skýrsla var rædd í bæjarstjórn í febrúar síðastliðnum og virtust flestir eða allir bæjarfulltrúar vera ánægðir með vinnu hópsins og þær upplýsingar og tillögur sem þar komu fram, en það var ekki gerð nein samþykkt röðun á verkefnum eða hraða á uppbyggingu. Nokkur íþróttafélög hafa komið með ábendingar og óskir að þeirra verkefni verði endurskilgreind að einhverju leyti og það bara góð og gagnleg umræða. Segja má að tónninn hafi verið sleginn þegar fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar var samþykkt í bæjarstjórnum síðastliðin áramót, því að þá var gert ráð fyrir fjármagni á árinu 2020 til uppbyggingar hjá Nökkva og 2021 í Skautahöll og svo á árunum 2022 og 2023 var fjármagn til íþróttamannvirkja án þess að tilgreint væri í hvaða verkefni. Það þó ekki sopið káli þótt í ausuna sé komið og svo fjárhagslega byrði sem leggst á Akureyrarbæ vegna COVID-ástandsins gerði að verkum að allar fjárfestingaráætlanir hafa komið til endurskoðunar. Í síðustu viku gerðist það samt að bæjarráð beitti skjaldarrendur og samþykkti að ganga að lægsta tilboði í smíði húss fyrir siglingaklúbbinn Nökkva við Höfnnesbryggju. Sú bygging mun reyndar einnig nýtast fleiri hópum. Og nú hér lögð fram bókun þess efnis að sú bæjarstjórn sem situr á þessu kjörtímabili muni næst horfa til verkefna númer 2 og 3 á uppbyggingarlistanum sem eru félagsaðstaða í Skautahöll og uppsetning gervigras og stúku á Káavelli. Þau verkefni sem eru aftar á listanum, svo og mögulega einhver allt önnur verkefni, munu koma til umræðu og eftir atvikum til ákvörðunar á næsta kjörtímabili. Og bókunin svohljóðandi. Bæjarstjórn samþykkir að forgangsröðun þverpólitísks hóps uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akureyri verði höfð til hliðsjónar við undirbúning langtíma fjárfestingaráætlunar bæjarins. Verkefnin voru metin út frá fjárhagslegum og félagslegum forsendum og endurspegla niðurstöður hópsins þá þörf sem til staðar í bænum. Tímamóta áætlun að ræða þar sem horft til framtíðar í uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akureyri og þeim forgangsraðað. Nú þegar búið að samþykkja fyrsta verkefnið samkvæmt áætluninni og undirbúningur hafinn á næstu 2. Langtíma áætlun að ræða og til hliðsjónar verður fjárhagsáætlun hvers tíma. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Ja, ok, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að spyrja bara út í þetta því ég skildi ekki alveg. Erum við að samþykkja að fara í framkvæmdir á þessu tímabili eða erum við að samþykkja, að því mér finnst þetta pínu skrítið að því við erum svolítið á leiðinni í samdrátt. Þannig ég svona mér finnst pínu skrítið að við ætlum að sitja hér og samþykkja að fara í næstu 2 framkvæmdir á þessu kjörtímabili. Það þannig sem þetta lagt upp? Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hérna alveg sammála Sóli, ég skildi þetta ekki alveg. Hvort við sem að samþykkja að fara á kjörtímabilinu í næstu 2 framkvæmdir, það sem búið nú að samþykkja þessa fyrstu. En burtséð frá því þá vildi ég nú bara ræða þennan lista aðeins, því að þetta náttúrulega þverpólitískur listi, samt svolítið sérstakur finnst mér, ef við horfum á bara út frá íþróttunum. Ég hefði aldrei sett þetta akkurat svona upp. Ég ætla ekki að segja hvernig ég hefði sett hann upp, svo ég gerir nú ekki allt vitlaust á Facebook aftur. En það eru þannig ýmislegt inni sem að við þurfum ekki að fara í. Og ég held að við þurfum, og ég ætla að segja enn og aftur, að horfa til þess að skoða hvernig íþróttamálin okkar eru í bænum. Hversu mikið af íþróttum eru, hvað erum við með mikið af aðstöðu, ég held að þetta sé orðið dálítið mikið, og hvernig við getum samnýtt þetta allt. Og ég vona að við förum einhverja aðra leið í þessu heldur en bara að fara beint í að byggja upp eftir þessum lista. Við þurfum að fara á allt aðra leið í þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi hópur náttúrulega skilaði af sér hérna ákveðinni vinnu og eins og kom fram í inngangi að þessu máli að það náttúrulega var verið að horfa til margvíslegra þátta og það náðist samstaða, þverpólitísk samstaða, og ég held að við þurfum að virða það. Og ég skil þetta ekki þannig að það sé verið að marka hér stefnu eða ákveða það að fara í næstu 2 framkvæmdir á þessu kjörtímabili. Það var tekið sérstaklega fram að þetta færi eftir þeirri fjárhagsáætlun sem lægi fyrir á hverjum tíma. Og það er ekkert annað hægt heldur en að setja málið þannig upp. Hins vegar mikilvægt að stilla þessari forgangsröðun þannig upp að við svona stýrum ákveðnum væntingum. Ef að við erum tilbúin til að samþykkja það, að vera með forgangsröðuna með þessum hætti, þá getum við kannski sagt, næsta verkefni verður nánast örugglega, en ekki alveg pottþétt. Vegna þess að það geta líka orðið þær breytingar í samfélaginu að við þurfum að taka þetta upp. Við getum ekki bara neglt þetta niður algjörlega, það bara kemur ekki til greina. En það liggur hins vegar fyrir að mínu viti að það þarf að klára skautavöllina, það þarf að fara upp á KR-svæði næst, það bara liggur fyrir. Svo bara sjáum við til hvað við getum í raun og veru gert. Og það verður bara að ráðast að fjára okkar og þeim aðstæðum sem við höfum til að fara í framkvæmdir. Þannig að ég ætla að taka undir þessa bókun og treysti því svo að við getum unnið skipulega í þessum málum, en ég tek þó undir það með bæjarfulltrúa Hlyni að við þyrftum kannski aðeins að velta fyrir okkur þeirri sýn sem birtist í íþróttastefnunni, ég held að hann hafi verið að vísa til hennar í sínum málflutningi, að við vorum búin að tala um það að hér eru svona cirka 3 blokkir, svona stóra blokkir íþróttamála eða félaga, og ég held að sé bara gríðarlega mikilvægt að við förum að vinna skipulega í því að reyna að koma þeirri sýn í framkvæmd. Nú er staðan þannig að þegar Sjafnarhúsið var tekið til kostanna núna, að þá fóru 3 félög, ef ég hef tekið rétt eftir, á götum, eða því sem næst. Og þá velti maður fyrir sér þessi litlu félög. Það gengur náttúrulega ekki að við séum að stilla upp hérna fullt af litlum félögum sem eru svo að berjast í bökkum við að koma sér fyrir og þarrandi götum. Við verðum að fara að koma bara inn í stóru blokkirnar og finna svo aðstöðu til að geta stunda þessir íþróttir. Og það er alveg rétt sem ég allavega hjó eftir hjá bæjarfulltrúa Hlyni að við þurfum kannski að vera að velta því líka fyrir okkur hvað getum við í raun og veru staðið að baki mörgum íþróttagreinum hérna í bænum.
Það er kannski eitt af því sem við þurfum líka að fara að velta fyrir okkur. Í raun. En við skulum líka muna það að framboð á tómstundum og íþróttum og svo góðum skólum er kannski forsenda þess að fólk vilji búa hérna og ala upp börn hérna. Þannig að ég held að það sé líka mjög mikilvægt fyrir okkur að huga vel að því að þar stöndum við okkur vel. Svo hvet ég bæjarfulltrúa Hlín á lokum til þess að segja okkur hvað hann vill gera í þessu málum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka Andra fyrir ágæta yfirferð hér í upphafi máls. Við erum að fjallum þetta hér annað skiptið í bæjarstjórn og á sínum tíma þegar við fjallum þetta þá lýstum við þá svona almenn ánægja með þessa vinnu sem var þverpólitískt. Nú erum við hérna að svona kannski að setja aðeins niður fyrir okkur að við séum þegar hafin að framkvæma eftir þessari skýrslu. Við vorum að samþykkja í bæjarráði í síðustu viku að hefja uppbyggingu hjá Nökkva og við erum svona núna þessa dagana að horfa á hvaða möguleika við eigum til framkvæmda á næstu árum. Það gera sér náttúrulega allir grein fyrir því í þeirri stöðu sem við erum núna að fjármagn til framkvæmda er á skornum skammti og við þurfum kannski að hliðra til einhverju en hins vegar með því að segja það hér í eitt skipti að við séum þá komið með, við erum það eins og menn vita, við erum búin að byrja á viðræðum við KA. Það liggur fyrir og skautahöllin hefur verið þarna sett á lista nr. 2. Ég held við verðum að reyna síðan bara að skoða hvernig við getum komið þessi fyrir inn í framkvæmda áætlun næstu ára og taka þá upp samræðurnar það. Ég hins vegar líka, eins og kom líka fram í máli Andra bæjarfulltrúa að það eru þarna ýmsar athugasemdir sem komu frá félögum mögulega seinni tíma framkvæmdir og ég held að það sé eðlilegt að menn haldi þeim umræðum vakandi. Þetta geti verið lifandi plagg en við erum þá komið með einhverja svona nokkuð skonar heildarlínu á þetta. Auðvitað getur okkur greint á og ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Hlín að ég hefði kannski sett þetta upp einhvers veginn í annarri röð ef ég hefði verið einn að ráða. En það er ekki svo, þetta menn lögðust yfir þetta og þetta var unnið þverpólitískt og þessi niðurstaða kom. Það er náttúrulega næst væntanlega ef við erum að tala hér að á þessu kjörtímabili séum við að horfa til þess að þriggja verkefna og við erum ekki að tala með endilega að við séum að fara að framkvæma það á næstu árum. Við erum með Nökkva núna á árinu 2020 og 2021 og Siglingaklúbburinn var settur á árinu 2021 en við eins og bæjarfulltrúar vita þá erum við að skoða fjárfestingaráætlun næstu ára og þá þurfum við að horfa á þessa heildarmynd. Við getum ekki komist hjá því. En það verður væntanlega síðan nýrra bæjarstjórnar eftir lok kosninga 2022 að takast á við að halda áfram að vinna með þetta. En ég held að gagnið sé slíkt þar að segja þessi skýrsla, hún sé gagnleg, hún getur nýst bæði okkur og komandi bæjarstjórnar til þess að vinna áfram með. Og tíminn er síðan að leiða í ljós á hversu löngu tíma við náum að framkvæma allt þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljós þá segir við þessari umræðu lokið og það er þá væntanlega meirihluti bæjarstjórnar sem að leggur fram þessa bókun. Ekki bókunni, við ætlum bara að bóka. Við lögum það nú ekki þannig fram. Við getum lagt þessa fram sem tillögu ef fólk vil greiða atkvæði það. Þeir sem geta samþykkt tillöguna bókun, gefið merki. Það er 11. Vel gert. Þetta var flott í okkur. Það komið að síðasta lið á dagskrá. Það er skýrsla bæjarstjóra til málstekur Ásthildur Sturludóttir.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Starf okkar starfsmannabæjarins hefur síðustu vikunar einkennst af vinnu við fjárhagsáætlun og við árslutauppgjör sem lagt var fram til umræðu á þessum fundi. Og það er nú ýmislegt sem hefur nú sett svona stórt strik í reikninginn í okkar vinnu, en svo sem eins og litli COVID-faraldurinn. En ég hef verið að funda með stærri fyrirtækjum í sveitarfélaginu til að ræða stöðuna almennt og horfa síðustu mánuðina og nú í byrjun september átti ég fund með Möl og Sandi. 8. september fundaði ég með forsvarsmönnum Slipsins og í þeirri viku átti ég líka fund með SS Byggi horfur í atvinnumálum. Og það er mjög mikilvægt að fylgjast grannt með rekstri fyrirtækjanna í bænum, ekki síst þegar staðan er eins og nú er raunin. Þá heimsótti ég einingu Iðju til þess að kynna mér stöðuna hjá félaginu og ætluðu við að eiga framhaldsfund ég og formaðurinn núna í næstu viku. Nú áfram erum við að vinna að undirbúningi flutnings öldrunarheimila Akureyrar yfir til Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og við erum byrjuð á að undirbúa nýjan menningarsamning, þessar samningaviðræður við ríkisvaldið. Það er mjög brýnt að við fáum okkar hlut réttan þó það væri ekki nema að fá aðeins hluta þess framlag sem ríkisvaldið leggur til sambærilegra menningarstofnana á höfuðborgarsvæðinu. Og það er gríðarlega mikilvægt að allir leggjast á árarnar að ná því fram. Og það er gaman að segja frá því að sunnudaginn 7. september var Hilda Jana Gísladóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar, við einstaklega skemmtilega athöfn þegar hinn svokallaði Demarsringur var formlega opnaður. En Demarsringurinn er 250 km langur hringvegur á Norðausturlandi sem opnar ferðafólki auðveldari aðgang að mörgum helstu náttúruperlum landshlutans. En ég held að þetta sé svo sem ekki mikið meira en þetta í bili. Já, það er bæjarstjóri lokið máli sínu og eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 27. ágúst, bæjarráð 3. og 10. september, frístundaráð 2. og 9. september, fræðsluráð 31. ágúst og 7. september, skipulagsráð 9. september, stjórn Akureyrarstofu 3. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 4. september og velferðarráð 2. september og alla þessa fundagerðir má nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:30.